Já, velkomin á broadcast þátturinn Axel Pétur. Hér mættur Óskar Þór Óskarsson sem ég búin að þekkja í 100.000 ár. Kannast þið. Velkomin í þáttinn, meistari. Takk. Þú hefur nú verið að fylgjast með mér alveg frá því bara 2013, ekki, þegar ég byrjaði með Frelsi TV. Jú, ég búin að fylgjast með þeir alveg bara, já, akkurat. Ég kom þarna í viðtal hjá ykkur Guðjón einhvern tímann hérna. Já, nokkrum árum. Já. Já, en hvað segirðu, hvað ert að pæla núna? Ert þú í frambúði? Já, ég bauð mig fram. Já, velkomin. Ég gerði, Velkomin í frambúð, það frábært. Já. Einn af 100 eða eitthvað. Nú eru komnir 100? Já, eitthvað slíkt. Já. Ég held að ég bara vera 277 í frambúði sem eru allir kosningabæri menn. Ég algjörlega sammála því. Það er hérna, við erum bara komin á það level. Ég sé bara ekkert að því. Og þeir byrjuðu svona í upphafi að reyna að blokka, reyndar eins og kannannar. Það hérna, ég fekk nú staðfrest frá mokkanum að þeir, allavega ég var ekkert einu sinni spurt mig, sko, bara spurt svona uppáhaldskrakkana, sko. Já. En ég búin að taka eftir því að sem sagt, hérna, já, eins og þú segir, að ég búin að taka eftir því að þú hefur verið hundsaður og útilokaður í öllum svokölluðum skoðanakönnunum. Og þú líka? Já, ég meina, þú veist, ég ekki með neitt kapital til þess að hérna fara í einhverja auglýsingaherferð eða nokkuð skapaðan hlut og það allt sem, sko, við erum stödd á stað, samfélagi sem við búum í. Það virkar bara þannig, sérstaklega hérna á Íslandi, að það allt notað gegn okkur. Já. Það farið að gramsa í fortíðinni og þetta eingöngu gert gegn þeim frambjóðendum sem að hafa ekki verið í fjölmiðlum alla sína ævi. Já. Já. Og eru ekki fæddir, innvígðir og innmúraðir í kerfið. Já, þetta eru náttúrulega miklar kerfiskosningar, sko. Og það nægir að nefna bara smá dæmi hérna kosningaruglið hérna á Íslandi að það sem sagt hérna í síðustu alþingiskosningum að þá kærði Karl Gauti Hjaltason, lögreglustjóri í Vestmannaeyjum og sýslumaður. Hann kærði kosningarnar, síðustu alþingiskosningar, vegna talningar í Borgarnesi. Jú. Og þessu reyndar var hann sektaður, hann lögreglan neyddist til þess að sekta manninn sem að sá talninguna. Já, hann Inga var það ekki, Ingi þannig. Jú, og hérna, en síðan bara var þetta stoppað í þinginu. Það var þarna forseti Alþingis, eða hvað þetta kallað, þetta embætti. Man nú ekki hvað hann heitir, Birgir Ármannsson. Já. Hann var bara settur fram á skákborðið og honum var bara sagt að stoppa þetta. Já, og svo reynda mannréttindadómstóllinn gagnrýndi það sem ég hef gagnrýnt líka að alþingismennirnir greiða sín atkvæði hæfi sitt og að kosning þeirra hafi verið rétt, sko. Já. Og ég hef líka gagnrýnt notkun blýanta. Já. Og þannig að það nú yfirleitt þegar það sem maður þrusar á Frelsi TV, það kemur svona fyrir rest einhvern veginn. Upp hinum megin. Já, ég var nú að orða það við þig bara núna daginn að sko
ég þekki nú ekki alveg þetta kerfi, en tilfinningin svo að það skiptir í raun og veru engu máli hvert þú snýrð þér upp á það að kæra niðurstöðu kosninga eða framkvæmd kosninga. Það einhver eftirlitsnefnd á vegum Evrópusambandsins, einhver alþjóðleg eftirlitsnefnd sem kölluð ÖSE, og ég veit ekki hvað ég á að segja þetta allt saman, en mín tilfinning svo að ég man ekki betur en að það sé ekkert að marka þetta. Allar þessar stofnanir sem eru til hérna á Vesturlöndum í dag, þær eru meira og minna lamaðar og spiltar. Já, það eru 82 frambjóðendur núna. Já. 82 stykki. Já, alveg hárrétt. Sko þessi eftirlitsstofnun með kosningum á Vesturlöndum kölluð ÖSE, allavega hérna í Evrópu. Ég veit ekki á hverra vegum hún hvort hún á vegum Evrópusambandsins eða hvernig, gerir ráð fyrir því. En hún heitir ÖSE. Já, en það má líka svo sem segja að þessi dómstól, sko, hann Evrópuapparat líka, sko. Það maður kannski getur ekki bæði blastað á og hrósað þeim, sko. Nei. En það þetta sem ég ætla að sýna þér hérna smá. Þetta hef ég verið að gagnrýna, sko, núna nýjasta sem ég verið að gagnrýna, það úrskurðarnefnd kosningamála. Þegar ég var í framboði 2020, þá var ég í samskiptum við Hæstarétt, sko. Það hefur verið þannig í lýðveldissögunni að Hæstaréttur skipar 4 eða 5 manna kosninganefnd, sko. Já. Og þeir halda kosningadagbók, sko. Og ég var í samskiptum við þá 2020, en núna breytti þeir lögunum. Já. Þannig að það bara þessi úrskurðarnefnd sem að sér þetta. Það einn skipað frá Hæstarétti, einn skipað frá Háskólanum og einn frá sveitarfélögunum. Og sá sem situr í þessari nefnd dómsmálaráðherra. Þannig að þetta eiginlega alveg dómsmálaráðherra skipar 3 menn í. Þannig að sko þetta mjög stór breyting á kosningakerfinu. Það eiginlega alveg bara búið að taka þessa blekkingu sem var úr sambandi, sko. Hún meira sér ónýtt, sko. Nákvæmlega, en sko við snúast út úr þessu, sko. Við erum bara föst í þessu. Ég held að, sko, það sem að mig langar til að, og ég sé bara eftir að hafa verið að fylgjast með því sem í gangi hérna á Íslandi undanfarin 30 ár, að þá það sem að blasir við það að það var, ég man nú ekki alveg, ég var nú að hugsa eitthvað þetta daginn, það var einhver maður sem að lýsti því, ég man ekki hvort það var Goebbels eða Hitler, það var allavega einhver svona háttsettur leiðtogi á jörðinni. Og hann var að lýsa því hvernig einræði verður til í einhverju samfélagi. Og þetta virkaði þannig, samkvæmt lýsingunni, að yfirvöld taka smátt og smátt í smáum skrefum réttindin frá almenningi. Já. Þetta gerist hægt og rólega og ef ég tek dæmi til dæmis bara foreldra mína, þau voru bara alin upp, mamma mín var fædd í Þýskalandi, kom hingað á stríðsárunum, var búin að upplifa helvíti. Það helvíti sem að
fólk upplifir þegar það stríð í gangi. Og hún kemur hingað til Íslands á stríðsárunum 1947-8 kannski kemur hún hingað og með alla þessa lífsreynslu og sem sagt kemur hingað til Íslands og fær reyndar hún fékk æðislegt heimili, hún fékk góða vinnu og hún var tekin undir vænginn hjá mjög góðu fólki hérna á Íslandi. Það var sem sagt Hannes Hafstein. Já, hvað var hún gömul þú? Hún var bara í kringum 20. Já. Þegar hún kemur hingað. Og hún kemur með alla þessa reynslu. Hún þekkti þetta alveg frá A til Z að hvernig það virkar að búa í einræðisríki sem var Þýskaland á þessum árum, á stríðsárunum. Og hún kemur með alla þessa reynslu hingað til Íslands. Og þetta bara, ég bara sé, eins og ég sé ástandið á Íslandi í dag, að þá búið að vera að taka réttindin af almenningi hérna í smáum skrefum undanfarin 30 ár. Og fólk að tala lýðræði og fólk að tala, almenningur að tala það er búið að telja almenningi trú það hérna á Íslandi að það ríki hérna eitthvað lýðræði og menn eru með alls konar hugtök á takteinunum, lýðræði, þingræði, flokksræði, nota öll þessi hugtök til þess að halda almenningi við efnið og fá almenning til þess að trúa því í alvörunni að það sé eitthvað lýðræði hérna og til að flækja máli og nota menn svona hugtök eins og þingræði, flokksræði, en það þorir enginn að nota orðið einræði. Þegar að tveir menn geta tekið ákvörðun það að styðja innrás í fullvalda ríki sem langt í burtu frá okkur, eins og var gert í Íraksstríðinu, að það voru tveir menn, Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson, sem bara tóku ákvörðun það að styðja þessa innrás. Án þess að það kæmi Alþingi nokkuð við. Það þurfti ekki einu sinni að ræða þetta á Alþingi. Þetta var bara samþykkt, þegjandi og hljóðalaust, enginn þorði að anda á þessa tvo menn. Þess vegna ég að segja, ef ég verð kosinn forseti, þá hefði ég rekið þess að pleppa samstundis og vandamálið okkar að forsetarnir okkar hafi verið huglausar gungur og pissitúkur á Bessastöðum. Já. Hérna finn ég einhvern Hannes Hafstein, þessi fæddur 1861 og deyr 1922. Nei, Hannes Hafstein, mamma var að vinna hjá sem sagt afkomendum hans. Já. Og var að passa hinnar frægu Vatnesystur. Já. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að vonandi mjög áhugavert. En til þess þarf að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og það hnappur efst sem segir áskrift. Og þar vil ég hvetja þig til að gerast áskrifandi, ási og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðlun af bestu sort. Og ég vil þakka þér fyrir að koma við
og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verið sæl.